Sæl og verið velkomin. Ég heiti Þorvarður Goði og hjá leitandi.is. Við erum að fjalla málefni fólksins í kirkjunni, allra þeirra sem að vinna starf innan kirkjunar og hvernig sem að það kann að líta út. Það búið að vera heilmikið að gera enda erum við að koma út úr páskunum og það búið að vera mjög gaman að fara á milli mismunandi kirkna og sjá hvað mikið líf í gangi, hvað mikið af fólki og mikið starf sem að fólk að taka þátt í. Ég ræddi við ýmsa og við ætlum að birta í dag nokkur innslög þar sem ég ætla að breyta aðeins fyrirkomulaginu sem við höfum haft. Við ætlum ekki að hafa viðtal í dag sem að við fáum gest, en við ætlum að birta viðtal við fólk sem að við höfum hitt núna á þessu flakki okkar kirkjur. Og ég hitti líka hann Ólaf Stefánsson, fyrrverandi handboltamann, og við settumst niður á Kaffi Vest, þar sem að hann sagði mér sína sýn á því hvað honum finnst kirkjuna og hvernig staða hennar í dag og líka hvernig hann sér fyrir sér að kirkjan geti þróast og orðið eitthvað annað heldur hún og hvernig hún geti náð betri tengingu við samfélagið sem hér á Íslandi. En við ætlum að byrja á því að fara í heimsókn í Hallgrímskirkju, þar sem að Ása Valgerður að stýra barna- og unglingakór Hallgrímskirkju og þau voru að taka þátt í stórbrotnu verki Jóhann Sebastian Bach núna á föstudaginn langa sem Mattheusar Passion og heyra hvernig þeim gekk og hvernig það var. Ég heiti Ása Valgerður Sigurðardóttir og ég kórstjóri í Hallgrímskirkju, barna- og unglingakórs Hallgrímskirkju. Og við erum 18 meðlimir, þar af 2 strákar. Og þetta þriðja starfsári okkar, síðan að barnakórinn var endurvakin. Það var í nokkur ár ekki barnakór en nú þetta þriðja árið frá því ég hóf störf Mattheusar Passion eitt stærsta eða viðamesta verk Bach. Í því eru 3 kórar, þar af 1 barnakór sem skrifaði fyrir yfirrödd sem við syngjum og hljómsveit, 7 sólóistar og fleiri. Við flytjum þetta hér í dag í Hallgrímskirkju og það Kammerkór Norðurlands og Hymnodia og Sinfonia Nord sem koma að norðan frá Akureyri þar sem þetta var æft núna í Dimbilvikunni og þetta var flutt í gær í Hofi og það var uppselt þar og stefnir í það sama hér. Það hvarflaði ekki varla að mér að segja nei við þessu boði að taka þátt í þessu þó við værum ekki fleiri, það hefði verið gott að hafa 20-25 í kórnum en við ákváðum að gera þetta og nú staðan svo að þau eru næstum því komin á það stig að syngja þetta utanbókar og á æfingunni áðan að þá þurfti ekki nema 1 rennsli með þeirra rödd og Hörður Ásgeirsson var sáttur og það þýðir að þetta hefur gengið mjög vel og við höfum náð að undirbúa þetta mjög vel og þau tekið þessari áskorun að koma inn í á réttum stöðum og þegar slegið af á réttum stöðum og syngja á þýsku. Við fengum sópran úr Mozart-kórnum til að aðstoða okkur við það sem frá Þýskalandi og þetta bara kórinn hefur svona á 1 mánuði elst, myndi ég segja, næstum því eins og á heilum vetri að fá þetta verkefni.
Já, þetta var flott. Yfirröddin sem að hún Ása Valgerður var að tala kom þarna vel í gegn í lokin á þessari klippu og maður hugsa bara hvað það er stórkostlegt, mikil upplifun fyrir börnin að fá að taka þátt í svona stórum verkefnum þar sem að þú ert að syngja með kórun sem koma héðan og þaðan og þarna komu 2 kórar frá Akureyri að syngja með börnunum í Hallgrímskirkju og ég er alveg viss að þau læra alveg ótrúlega mikið á þessu. Nú, á páskaeggjadag, á páskadag var farið í páskaeggjaleik líka í Hallgrímskirkju og hún Inga Harðardóttir sem sér barnastarfið og sunnudagaskólan stýrði því og það var alveg stórkostlegt líka að koma þar af því að það var alveg pakkað út úr dyrum í kirkjunni og þvílíkur fjöldi af börnum sem kom þarna hlaupandi og hlæjandi og hafandi gaman. Við ætlum aðeins að kíkja til hennar Ingu og krakkana í barnaskólanum, í sunnudagaskólanum. Heyrðu, við erum hérna í Hallgrímskirkju og í dag eru páskar. Páskadagurinn í dag, sem er ótrúlega mikil gleðidagur hérna í kirkjunni. Og við vorum mætt hérna snemma í morgun. Og hérna er alltaf morgunmatur, það er sko messa klukkan 8 og síðan er kórinn og allir messuþjónarnir og starfsfólkið í morgunmat. Og svo byrjar smá stressið það að við notum sama salinn. Það er sko ganga frá öllu og umbreyta öllu yfir í sunnudagaskóla og hafa allt tilbúið fyrir það. Og þegar maður vinnur í kirkjunni þá gerist ótrúlega oft eitthvað óvænt. Það er alltaf einhver aðstæður sem eru öðruvísi en maður hélt og það var þannig í dag. Við erum vön í sunnudagaskólanum að vera kannski með 5, 10, 15, kannski 20 krakka. Eða 25. Eða 25, kannski 30 þegar það eru hátíðir. En í dag var bara troðfull kirkja. Það voru mörg 100 manns mætt í kirkju og örugglega 100 krakkar komin í sunnudagaskóla. Og hérna hjá okkur þá byrja alltaf allir inn í messu. Fjölskyldur mæta saman. Nei, ég held að við ekki verið alveg 1000. Ekki alveg. Jú, það er 1000 í kirkju. Og börnin og foreldrarnir eru saman í kirkju og síðan undir sálmi yfirleitt eftir ritningarlestrana að þá fara krakkar og sækja ljósið. Og hver náði ljósið í dag? Og ég gerði það. Já. Þú náður í ljósið og einn stelpa líka sem heitir Gabriela. Já. Og þá halda þau ljósinu alla leið og það er svolítið löng ganga í Hallgrímskirkju. Það er svolítið löng leið að halda á kertinu alveg frá altarinu og alla leið hingað. Við erum að fara upp stíg. Já, við erum að fara upp tröppuna til þess að sækja ljósið og halda svo ljósinu niður tröppuna. Já. Og svo koma það bara allir krakkarnir með. Og við svipum og kertum niður stopp. Já, svo erum við komin inn í sunnudagaskólann og við gerum oft svona setja kertið niður og svo segir þeir sögur Jesú og Guð. Já, þá segjum við sögu Jesú og Guð, svo syngjum við og förum með minnisvers, eða ekki? En í dag, þá fórum við sko í páskaeggjaleik. Úti. Og við fengum nokkra stóra krakka til þess að fara út og vera að leika páskahéra og fela eggin út allt. Kappislega ljósbúr. Jú. Og svo fóru allir krakkarnir út. Allir krakkarnir hlupu hérna út allt að leita eggjunum. Og ég fann 4. Fannstu 4? Ég líka svona með svona inni og gull og gull og líka svona með kanínum og ungum. Með kanínum ungum á? Já, einmitt. Og varstu heppin? Pabbi er að geyma. En svo var bara mikil gleði hérna inn á eftir. Krakkarnir komu að borða páskaegg, við fórum í hóki-póki og endum svo alltaf að fara með bæn og eiga smá svona bænastund í lokin í sunnudagaskólanum. Svo fara bara allir heim.
Þetta var nú ekkert smá gaman og bara að sjá kraftin í krökkunum, það var stórkostlegt. Við fórum líka inn í Hafnarfjörð og hættum okkur þangað og þar hitti ég stórmerka konu, hana Guðlaugu Grétu Þórðardóttur, sem að sagði mér eitt ofan af kvenfélagsstarfinu sem er búið að vera þar og hvernig það í raun og veru að hafa verið límið í því að byggja upp safnaðarstarfið í kringum kirkjurnar í Hafnarfirði. Og þær sjá núna að máta og halda kirtlunum fyrir fermingabönnin hrein. En við einmitt settumst niður, ég og Greta, og ræddum aðeins hvernig þetta hefði verið þegar hún var að byrja í kvenfélaginu og líka hvernig hennar upplifun af fermingunni og hvað fermingin þýddi fyrir hana. Ég hef verið svona 18-19 ára þegar mamma skrifaði mig í kvenfélagið. Þá skrifaði hún okkur sístuna. Svo ég er búin að vera viðlofandi þetta síðan. Og þá var þetta svo það var farið upp á Álafoss og allt að kaupa efni til þess að fengum við lána húsi í Hafnarfirði í Árnagullusinni til þess að vera með kvöldtvísar í viku til að búa til fyrir basarinn. Og svo var selt á haustun og haft sem fjáröflun og síðan svo fyrir jólinn þá var kosin jólanefnd og þá sátum við heima hjá hvor annarri og alltaf sömu konurnar í þessu. Þá byggum við litla hluti og settum við hvern disk og það voru kannski 180-90 konur á jólafundinum og það var búið til eitthvað fallegt svona jóladót sem var sett með hverjum disk. Og síðan var þetta mjög mikið samstarf og mikið kraftur í þessu félagi. Mjög mikið. Svo 1980 þá er farið að mála kirkjuna og fengið að laga myndirnar á veggjónum og það allt saman. Og þá voru bekkirnir teknir og var sett nýtt áklæði á það og brúðastólana og þá var ekki til nógu peningur og mennirnir voru náttúrulega líka að borga í þessu og þá fórum við veturinn og böggum hjá öllum sem voru í Hafnarfirði. Við fórum ekki vestur fyrir Reykjavíkurveg. Því þá við vorum og við söfnuðum alveg 4 milljónum minni mig rúmum sem við áttum í þetta og við borguðum bekkina og svo borguðum við í altaristöflunni og þetta var í nóvember 1980 sem að kirkjan var svo tekin í notkun og fyrsta manneskjan hefur jörðu hér í kirkjunni þá var fengið altaristafla því hún var ekki komin lánuð hjá Þjóðminjasafninu þannig að það verið Garðakirkju og það var formaðurinn okkar Sigríður, hún var fyrst jörðu, ung kona sem dó bara og þá var ég varaformaður og þurfti að taka við af henni og þá var félagið átti stór afmæli og þetta var dálítið mikið fyrir unga stelpu að taka við þessu. Já, þetta var svona og eins og ég segi, þá var gaflinn alveg fullur af fólki og þá var fólk sem kom og var í félaginu. Þetta var allt öðruvísi. Mamma mín, hún var í félaginu, hún var með kirtlana frá þegar við byrjuðu og sá alveg það frá byrjun og þangað til hún hafði ekki heilsu til. Svo fór ég í þetta kirtladæmi og verið að klæða í svona af og til síðan alltaf og eitthvað á hverju ári. En svo var náttúrulega þrekvirki þegar við tókum Dvergastein úti. Þá áttum við ekkert safnaðarheimili, þá var þetta komið. Þá fengum við það sem safnaðarheimili. Þar voru krakkarnir klæddir í kirtlana og við gátum að fundi þar og svona. Það var eitthvað tíma sem fermingarfræðslan var líka þar. Og þá máluðum við allt, við létum laga alltaf innan og svo máluðum við utan. Og þá var nú Hermann með mér, þeir voru að mála þakið, þá mistu þeir heila fötu á málningu yfir sér strákarnir. Þetta voru svona börnin okkar sem voru að hjálpa okkur í þakinu og svo voru þetta kettlingarnar og einn maður sem komi með okkur að hjálpa okkur að mála. En við kláruðum að mála húsið og gerðum það bara afrek. Svo bara því miður að þá var það flutt upp á geymslusvæði, það var einhver sem keypti það. Þá var að flutt í Krýsuvík og svo grotnaði þar niður og svo geymslu og ég held að segja að Suðni komið núna. En þetta var byrjunin á safnaðarstarfinu hjá okkur og kvenfélag fekk sitt hús. Bærinn gaf okkur þetta. Já, þegar ég fermdist 30.
mars 1958. 58. Já, Þannig í dag ertu að halda upp á 70 ára. 70 ára fermingarafmæli. Já, Spennandi. já. Hvernig var að fermast 1900? Það var bara rosalegu spenningur og það var mikið, við þurftum allt öðru seldur en í dag og krakkarnir mínu. Við þurftum að vera 2 vetur. Okay. Við byrjuðum, minni mig, eftir áramót fyrir veturinn og vorum svo alla næsta vetur hjá Síra Garðari. Okay. Og hvað voru að gera? Við vorum bara með þetta hverið að læra í því og svo var hann að segja okkur sögur og svona. Það var ekkit farið neitt inn að ferði, það var bara farið í kirkjuna og svo kendi hann okkur upp í Flensborg og það var nú, kendi okkur dönsku þar og nú allir ekki tripnir þar en hérna niður frá þá er enginn að segja neitt, sami hópurinn. En þetta var svona voða stíft. Já. Og hvað myndir þú segja svona standi upp úr þegar þú horfir tilbaka, hvernig tengslinn hjá hópnum, fræðslan? Hann er sko, þegar við höfum hist þá hefur þetta verið þessi hópur, þessi krakkar hafa haldið voða vel saman svona. Þegar við hittust og svona og eins núna þegar við erum að gera þetta safna saman, að við vorum fyrir 10 ára síðan, þá vorum 46 sem mættum og 13 látnir. Já. Þá sko. Svo þetta hefur haldist mjög þannig og tala saman þau hittast og svona. Já. Þetta er svona góður hópur. Hvernig finnst þér áherslunar í fermingarundirbúningi, fræðslunni og fermingunni sjálfri? Hvernig finnst þér að hafa breyst á þessum tíma? Ég held að frá mínu börni, ég held að hafa breyst í batnaða. Þetta er svona opnara, skemmtilegra, hitt var afskaplega þungt. Mátti að fara með þetta hveri heim og læra þetta og læra hitt og maður sko, það var ekki, þetta er svona krakkar á þessum aldri. En mér finnst þetta í dag svona, mér finnst þetta, þau eru miklu ánægri, held ég að, en mér finnst það sem ég veit sko, ég hef nú bara 3 börn. Já, þú er búin að ferma 3? Já. Eitthvað hefur nú að fylgst með þeim? Já. En ég held það sko að það hefur breyst til mikið sko. Já. Og svo þegar við fengum svo ungu presta og svona, þá breyttist þú að mikið sko. Já. Hvaða þýðingu finnst þér fermingin hafa fyrir fólk? Ég veit að fyrir mína parta þá finnst mér bara þetta eiginlega að vera skylda. Var mér mikið aðrir að fermast. Já. Að ganga í fullorðinna tölu og fara í hús Drottins og fá þess að blessun það. Ég fannst þetta bara fyrir framtíðina. Ég tók það þannig sko, ég hef ekki viljað missa af því. Já, mér finnst þetta snerta mig. Ég hugsa þetta hvernig samfélagin voru að byggjast upp hérna áður fyrr og hvernig fólk hélt saman, hvernig fermingarhópurinn var þessi hópur af börnum og fólki sem að þú þekktir bæði frá þeim tíma og ólst upp með og eins og hún segir, þau eru ennþá að halda sambandi og tengslum, þannig að mér finnst það stórkostlegt að sjá hvernig þetta hefur þróast hjá þeim. En það eru vissulega breyttir tímar í dag og við vinnum öðruvísi, en við hittum líka hann Eirík Jóhannsson í Háteigskirkju sem er prestur og er að vinna með fermingabörnum og er að ferma og heyrðum hvernig hann sér ferminguna, hvernig hans ferming var og hvernig hans sýn á ferminguna sem slíka er. Mín ferming, ég hef nú alveg bílhættu sjávarþorpi norður í landi og þegar ég var að alast upp var nú engin prestur í þessu sjávarþorpi. Þannig að presturinn sem að næsti prestur sem að bjó í sveit svona 50 kilometrum frá, hann kom eina viku og dvaldi eina viku í þorpinu og tók okkur þá held ég flesta daga til sín, heim til sín. Það sátum við í litlu herbergi saman og hann var reynda búinn að segja, mig minnir hann nú eitthvað að setja okkur fyrir eða koma því svona eitthvað áleiðis að við áttum að lesa þarna í einhverju bók, einhverju hveri. Þannig að fræðslan var nú ekki ýkja langstæð í tilviki. Já sko, hún var náttúrulega fyrst og fremst kannski bara algjörlega sjálfgefin staðreynd. Þú veist, það var sjálfur sér ekki, held ég, í neins huga einhverju vangaveltu það hvort maður ætti að fermast eða ekki eða eitthvað þýumlíkt. Þetta var bara
eitt af því sem var eitt af þessum föstu vörðum á leiðmanns til þroska. Ég hef svo að manni því að ég var sjálfur oflítið hugsi yfir þessu og þetta óksum svolítið í augum og ég fannst þessi játning verið alltaf stór og svona að pínu svona kvíðinn gagnvart henni, sko, hvort maður stæði undir henni. Já, einhvern hluta vegna þá orkaði þetta svolítið þannig á mig, sko, ég tók þetta býsna alvarlega. En hvort það var endilega svo sem allstaðar þannig, ég veit það ekki, en aðalega þetta, sko, þetta var kannski í fæstum tilvikum, held ég í hugamanna, neinn svona ákvörðun örliti því að þetta var bara eitthvað sem gerðist. Já, svona út frá sjónarhóli kirkjunar þá svona kannski má segja að þetta hafi fæst, sko, já, í tvær áttir. Sko, öðru lagi, í svona alveg í nútímanu, það sem hefur verið að breytast alveg núna síðustu árið það, að við erum að fá börnin í raun og veru fáfróðari kristna trú heldur en þau voru áður. Og en aftur á móti, sko, hefur kannski fræðslu hlutverk fermingarhæslunnar kannski minnkað svolítið frá því sem við, þessi standard það að tala að hér áður fyrir þurftum að læra sko svo og svo marga sálma utan bókar og þurftum að læra trúarjátninguna og þetta marga bænir og allt það og svona fullorðið fólk sem að þekkir sko, það rifjar þetta dálítið mikið upp, hvað þetta læra mikið utan bókar. En síðan til þess að ég kem inn í starfi og þá var náttúrulega orðin áherslan miklu meira kannski á bara samfélagið í fermingarfræðslunni og þetta sé svolítið áhugavert og meiri svona tenging við samfélagið, ekki kannski bara alveg bein svona trúfræðsla heldur allavega svona tengjana við bæði þeirra líf og annað slíkt sko. Þannig að og svona minni áhersla á svona beina fræðslu sko meðtaka svo mikið af einhverjum þekkingaratriðum. Og til þess þegar ég að byrja sem prestur og svona fyrstu árinu þá náttúrulega voru krakkar almennt búin að læra sína biblíusögur og þekktu svona helstu persónur og leikendur á því sviði. En aftur á móti núna á síðustu árinu sko þá þetta orðið svo mikið breytt sko. Nú er svona hluti minnskosti krakkana sem vita mjög lítið þessa hluti og þannig að nú kannski aftur aðeins að byrja meiri þörf fyrir sko að fræða meira bara kristna trú. Sko það sem auðvitað að gerast í nútímanum auðvitað það að það svolítið verið að ýta trúnni út á jaðar samfélagsins. Hún ekki lengur það samfélagslím sem hún var kannski hér áður fyrr. Það talar engin lengur, núna kannski tala menn saman við þjóðina, einhvern tíma töluðum sko með trúna og tunguna og landið. En núna það sko, tala menn kannski tungumálið og bara landið okkar, en mjög sjaldan trúna. Þannig að trúin í okkar samfélagi í dag, sem náttúrulega stöðugt að breytast og verða fjölmenningarlegra, þá trúin orðin minna samfélagslím heldur en hún var áður. En eigi að síður þá náttúrulega, eins og ég myndist það áðan, sko, þá þetta náttúrulega enn erum við í þessu óróa samhengi. Og ég held að svona í huga minn, sko, einhvers hluta fólks, þá sé þetta einmitt hluti af því sem tilheyrir því að vera í þessu samfélagi sem við lifum í dag, að það sé svona algengt að börn séu skírð og þau fermist og við giftum okkur jafnvel í kirkju og erum útför okkar að gera frá kirkju. Og eins sem komið það náttúrulega nánast bara í yfirgnæfandi meirihluta sem að fólk jarðsett frá kirkju með kirkjulegri útför þó að það hafi kannski mjög lítið verið virt á trúarlega í sínu lífi. Þannig að hið trúarlega ennþá til staðar, þó að kannski jafnvel svona sé að það blið meira heldur en að, skulum segja svona, hinn opinbera umræða gefur til kynna. Já, það náttúrulega, jú, alltaf á þessu daga náttúrulega tölvut helgihald sem að því miður allt of fáir sækja. Já. Á þessum dögum, eins og skírdag á föstudaginn langa og náttúrulega á páskadagsmorgun og ferming annan í páskum og þannig að þetta auðvitað annarsami dagar og ánægjulegir og gleðiríkir dagar. Og það náttúrulega smitast líka af því að við erum farin að hugsa til vorsins og sólin farin að hækka á lofti og þannig að en svo náttúrulega svona þegar fer fram á vorið að þá svona fækkar þessum föstu póstum svona vetrarstarsins. Yfir sumartins förum við ekki heimsókn í svona þessi heimili eldri borgara hérna í kring og barnastarf og annað slíkt og fermingastarfi liggur niðri þannig að það svona minna líf í kirkjunni svona formlega séð. Já. Þegar kemur fram á sumarið. Já. En við höfum verið að gera tilraunir hér til dæmis með svona
sem við köllum sumargleði, svona vordaga svolítið, hafa svolítið öðruvísi styttri messur og nota hérna umhverfið hér, jafnvel að fara í leiki eftir messu. Það ekki sem sér fyrir börnin, heldur þetta svona styttri messur, þar sem allir eru saman, síðan eru grillaða pylsur og farið í leiki og reyna svona að gera svolítið öðruvísi með það og þá, ef við á góðum dögum, að þá bara grillum við hérna út á stéttinni og einhver sem fer með börnin í leiki og við spjöllum saman og fáum kaffi og það svona verið að svona reyna að skapa umhverfið þessari kirkju mjög eins og sérð fallegur skjólgóður garður hérna og gefur svona möguleik á ýmsu ef veðrið er gott. Þannig að þá höfum við breytt svolítið taktinum á vorin. Og svo nú Helgi Halldór náttúrulega heldur alveg sinn gang yfir sumarið en svona það svona á frekar lágum nótum, skulum við segja. Já, kannski, sumir kannski hefðu viljað spyrja hvernig manni liði í nútímanum við að vera prestur, til dæmis. Það mætti kannski, ég mynda sér það einhverju vilja spyrja það, því að auðvitað náttúrulega margt breyst. Þó að mér finnst ég náttúrulega ekki vera gamall, þá hefur náttúrulega mjög margt breyst svona í hinu ytra umhverfi samfélagsins gagnvart trúnni og það alls ekki því að neita það svona vissanhátt veldur manni bæði áhyggjum og svona dregur svolítið úr gleði mann sko í starfinu að finna að það séu öfl komin sko sem að virkilega sem að telja að kirkjan sé í raun og veru að vinna ógagn, frekar en gagn og það sem hún standi fyrir sé í raun og veru ekki neinum til gagns heldur frekar bara akkurat gagnstæða. Og það hafa sjálfsögðu allir rétt á sínum skoðunum og allir hafa það út frá einhverjum ákveðnum forsendum sem að maður og það er svona vissanátt sko má segja að svona dregur svolítið úr kannski gleði manns og maður kannski veit og hefur orðið vitni að því kannski til þess að börn presta og svona sko þau ekkert að auglýsa það mikið að þau séu að prestsfjölskyldum sko. Það ekki vænlegt til vinsælda svona í hópi ungs fólks að vera þar sko. En á hinn bóginn má líka segja sko að það líka sko ekkert endilega gaman til lengdar að vera alltaf í logni. Og á vissanátt held ég sko eigi að líta á þetta þeir sem að telja sig og sannfærir að kristin trú hafi eitthvað mikilvægt fram að færa. Þá sé líka alltaf gaman að fá pínu til mótvind. Og það ætti þá að valda því sko líka að við hugsum okkar starf svolítið öðruvísi og þurfum bara svona aðeins að sýna fram á það að það sé eitthvað sem að skipti máli sem við séum að færa fram. Og að því leytinu til sko þetta að mörgu leyti svona spennandi áskorun, þetta umhverfi sem að tekur ekki öllu sinn gefnu. Því það ekkert langt, eins og ég sagði upphafi sko, þegar ég unglingur og svona þá þetta bara svona nokkurn veginn bara hluti af allt þetta kerfi kirkjunnar svona bara sjálfgefinn hluti sem allir eru svona, maður segja svona jákvætt hlutlausir gagnvart. Ger ekki mikið með, nota þegar þau þurfa á því að halda, en svona öðru leyti kannski ekki mikið að velta því fyrir sér. Já, þetta allavega orð sem að Eiríkur segir hér sem að fá maður svolítið til að hugsa. Hún fyrst draga svolítið úr gleðinni við það hvernig fólk að horfa til starfsins sem gert í kirkjunni og finnst það ekki endilega að vera málið. En við áttum góðan klukkutíma með handboltahetjun okkar, Ólafi Stefánssoni, sem er mikill hugsuður og er mikið að velta hlutunum fyrir sér. Hann að vinna núna í verkefni, spennandi verkefni innan fræðslu sem heitir Kiwi. Það stafað K-E-Y, 2-E og .is og ræddum við hann hans fermingu og við ætlum að birta allt þetta viðtal á heimasíðun okkar leitandi.is en í dag ætlum við að taka aðeins svona styttri kafla þar sem að ég hafi spurt hann það hvernig kirkja framtíðarinnar gæti litið út. Þar sem að í mínum huga kirkjan ekkert annað heldur en samfélag fólks og hvar það kemur saman. En heyrum hvað Ólafur Stefánsson hefur að segja. Kirkja þarf að, sem dæmi, kirkja þarf að fara í geðveikina. Kirkja þarf að fara í þá sem eru taldir með geðhvörf, eða tvíhverfu. Það þarf að skoða þessar manneskjur
Þetta eru þær manneskjur sem að geta tekið prestana dýpra, ekki spurning. Hvernig það? Skrítið svar, en þar, að því ég held að veruleikinn sé í raun og veru allt. Ok, nú kem ég bara hvernig ég upplifi, hver mín trú að hún þú veist, ég held að þetta sé, já, í raun bara ein vera, skilur. Þessi vera kalla sumir Guð og aðrir Atman og sumir eitthvað annað, Shiva eða eitthvað. Og í raun, þú veist, verður Guð til þess að losna við einmanaleika sinn, vegna þess að þú ert allt, þá engin annar. Hvernig ætlar að fá faðm hjá einhverjum öðrum ef þú ert allt? Ef þú ert bara hrein ást og ímyndunarafl. Skilur, þú getur skapað eins og þú vilt, gert plöntur og dýr og fugla og sjó og allt og þetta allt ert þú í raun, bara hreint ímyndunarafl þitt sem Guð, tímalaust, bara pjúr nú og upplifun. Og en á einhverjum tímapunkti þá lendir Guð í raun og veru í þessari krísu að hann þarf að gleyma sjálfum sér. Skilur, hann þarf, ef hann ætlar að fá einhvern annan með sér, bara eins og einhver fangi sem búinn að vera í fangelsi í 15 ár, þarf að setja upp einhvers konar leik, einhvers konar brúðuleik og þar af leiðandi gleyma sjálfum sér, skilur, búa til hinn, að því í raun engin hinn, það bara Guð. Til þess að pródúsera hinn, þá þetta ekki aðgreining, hann næri ekki að kötta sjálfan sig til þess að búa til hinn. Þannig að köttið í raun bara gleymska. Og það þessi tvíhverfa Guðs og þannig að hann þarf að setja í gangi einhvers konar drauma sem að mun ekki hverjir þeir eru. Og þannig að Guð verður alltaf að falla. Og það hinn fallni engill, þannig að Guðurinn sjálfur hugsanlega hinn fallni engill. Skilurðu? Og setur sig þá eins og við segjum inn í form manns eða form fugls en aðalega manns, já, því að það maðurinn sem þar sem að Guði hefur líklega tekist þetta ætlunarverk sitt. Honum hefur ekki tekist það í fuglum, ekki í refum, skilur, enda ætlaði hann sér það ekki. Og þessum eru dýrin miklu tengdari, þau eru bara einhvers konar flæði. En Guði hefur greinilega Guði hefur greinilega tekist þetta, vegna þess að þú manst ekki hver þú ert og heldur þú sért aðgreindur, heldur þú sért, skilur, ótti leið og óttinn kemur, þá það leið og veruleikurinn verður að veruleika, það að segja veruleikur og veruleiki, skilur, leið þú fer að taka þetta alvarlega, þá ertu í raun og veru aðgreindur. Þannig að, skilur, að því að ef þú vissir hver þú værir, þá vissir að þetta væri allt bara leikur, þinn eigin leikur að sjálfum þér. Og þetta það sem eins og kallað tvítans hins eina, tvísöngur hins eina, þú veist, tvær flautur, einn tón, alls konar svona myndlíkingar af þetta. Og þessar upplifanir, þú veist, og þessa einingu, þetta er raun og eilífur dans þess að vera í tímaleysi, í náttúrunni, finna sig og svo að setja í gang og hreyfa eitthvað, að verða eitthvað. Og þessi dans er eilífur og skemmtilegur og í raun engin tíma, það er að segja að þú ert í tímaleysi og svo setur í gang tálsinnum tíma og allt þetta bara Guð að vesnast, sko. Hann bæði dreymandinn og draumurinn, sko. Og þegar ef þú getur, og svo hægt að komast einmitt, við erum náttúrulega alltaf bara, og sérstaklega í gegnum skilgreiningu, þá erum við alltaf bara í draumnum, skilur við, og erum bara þar í Matrixinu og í Mayanu, eða eins og það kalla, og gefum okkur voða sjaldan tíma til þess að stoppa, og það gerist oftast ekki fyrir við lendum í einhverjum áföllum og einhverju svona, þá förum við eitthvað að tjekka á þessu, þá förum við og reynum kannski einhverja kundalíni öndun sem gott, skilur við, fara út og sumir fara í kaldapottinn og aðrir hlaupa og gera eitthvað, alltaf til þess að reyna að komast í eitthvað svona presence.
og eins og segi, mjög margar leiðir þar og það það sem að einmitt, þarna á kirkjan að taka boltan og búa til upplifun. Hún ekki að gera það, hún ekki að ekki nema fyrir kannski fámennan hóp, en hún ekki að ná til fjöldans sem upplifun. Það sem fólk að gera í dag, fólk að fara í kakóseremóníur, sitja í hring, anda, fær svo síðan kakó sem að bara eykur aðeins hjartslátt og léttir aðeins á þér. Það fastar til þess að vera léttara, skilurðu, og fer síðan í alls konar. Fólk að fara miklu meira í seremóníur og kanna aðra siði og að færast aftur inn í náttúruna, næringu og jógað og allt þetta til þess að ná sér í upplifun. Ég man fyrir nokkrum árum, þá gerist það í fyrsta skipti að það var í jólamessu, þá var slökkt á kirkjunni í lokin, það var bara að spila Heim sem ból, held að það Heim sem ból, og slökkt og það var kveikt á kertum og það var svona allt í einu myndaðist hlýja og bara í örstutta stund og svo voru ljósin aftur kveikt og þetta allt svo mikið þú nærði allt, þér gefið og lítill tími til þess að fara í þig. Bara það að vera að láta standa upp 3-4 sinnum fyrir eitthvað sem þú veist ekki af hverju, kannski bara til þess að bara vantraust og halda á sofni, skilurðu, eitthvað svona, skilurðu, þess vegna eftir að láta standa upp. Að þú veist, og líka þessi bekkir og eins og skólastofur, þetta bara, upplifun, það ekkert að lesa eitthvað og það það sem að einmitt kannski fermingin líka að þurfa að setja inn í ferminguna að þú þarft að fara þarna inn og þú þarft að láta krakkana finna strax einhverja nýja tilfinningu, eitthvað gott, skilurðu. Af því þú veist, það fer ekkert í gegnum frumunar okkar, í gegnum einhver texta eða eitthvað bleflið, bara ekkert að frella, og þannig að það þarf annarkvort að kynna þig fyrir tónlist, láta þig finna það, láta þig spila á eitthvað. Tónlistin náttúrulega ein brú, það getur tekið manni yfir auðveldar, algjörlega, Af því orðin eru frekar takmörkuð þegar kemur að trú, Já, þetta viðtal, það fékk mig til að hugsa. Ég hef mjög gaman að ræða við Ólaf þessi mál og ég að fara að vinna núna bara á eftir að reyna að koma þessu öllu inn á netið þannig að menn getur skoða þetta. Það eru rosa margir hlutir sem hann að segja okkur frá sem að fá mig kannski aðeins til að staldra við og hugsa hvað í gangi og fyrir mig að segja, ég búinn að vera að fara í nokkrar kirkjur og reyna að átta mig á því hvað að gerast inn í þessum kirkjum og þær eru eins fjölbreyttar eins og þær eru margar. Það er mikil fjölbreytni í gangi, hvort sem það gospel stíll eða hákirkju menning, hvort að það verið að spila poplög eða Mattheusarpassíu, að það er rosa mikið í gangi en það alveg rétt að það kannski ákveðið fyrirkomulag sem að mætti vera öðruvísi eða menn mætti spyrja sig hægt að gera eitthvað annað öðruvísi eða betra en það kannski eitthvað rannsóknarefni sem við ætlum að geyma þar til síðar. Í næstu viku þá ég búinn að vera að hitta eða undirbúa að fara að hitta þau í Keflavíkurkirkju. Arnór organisti, Erla sóknarprestur og Fritz Jörgensen prestur í Keflavíkurkirkju. Þau tóku vel á móti mér í gær og við erum að skipuleggja það að fara að hittast núna í næstu viku og undirbúa umfjöllun allt það frábæra starf sem í gangi þar. En þar ætlum við til dæmis að kíkja á List án landamæra sem spennandi verkefni sem verður núna eftir miðjan apríl og við ætlum að skoða hvað það þegar að drottningin kallar. En látum þetta duga sinni, ég vil óska ykkur góðrar helgar og við sjáumst að vikuleiðinni. Takk fyrir.